Jósefína, þú opnaðir sýninguna Dansi, dansi, dúkkan mín í gamla sjúkrahúsinu á Ísafirði. Hvaðan koma allar þessar dúkkur? Þær koma nú bara frá mörgum stöðum. Ég hef verið svona loppumarkaði, margar átti ég. Svo hef ég alltaf freistast þess að kaupa fallega dúkkur þegar ég hef verið erlendis. Og nokkrar hafa mér verið gefnar svona úr fjölskyldunni, eins og þessi hérna. Hún kemur frá Las Vegas og einn dýrmætasta dúkkan. En mest þetta svona sem ég hef verið að kaupa í kringum 40 ár, 50 ár. Og hvernig kom þetta til að þú fórst að safna dúkkum? Já, og leikföngum, það ekki? Jú, ég var í Bretlandi 1958. Fór þá svona dúkkusöfn og skoðaði og hreifst mjög af þessu og hugsaði en hvað verður nú gaman eða var þetta að setja svona upp leikfangasafn á Ísafirði. Og þetta blundaði mörg ár og þetta það sem var komið í dag og jafnvel meira sem kemst ekki hér inn. Og þetta í fyrsta sinn sem þú heldur sýningu á öllum þessum leikföngum? Já, það var sýndar hérna nokkra dúkkur eins og þessar hérna voru í glerkössum fyrir 7 árum. Það var svona bara til að láta vita að það væri vantarlega að komast upp dúkkasafn. Eða leikfangasafn, það var alltaf meiningin að hafa þetta leikfangasafn, ekki bara dúkkur. Þetta bara leikföng og dúkkur ætlaðar stúlkum, það ekki? Jú, það var alltaf hugsunin að þetta leikfangasafn stúlkum. Því að ég var nú ekkert svo mikið í kringum strákan en bara þegar ég var stelpa á götunni að leika mér. En einhvern veginn fannst mér að það að hafa þetta þannig. Nú þetta margar hverja mjög glæsilega dúkkur og falli leikföng. Þetta lítur að hafa verið kostnaðarsamt. Já, maður bara gleymir því þegar eitthvað að gera sem maður langar til þess að gera. Og ég rosa mikill Ísfirðingur í mér og alltaf hugsa hlýtt til Ísafjarðar og það eru fleiri draumar mínir að rætast hér sem koma ljós seinna sem ég var fyrir áhrifum í Ameríku. Eins og hvað? Það kemur ljós seinna. Hvað getur þú sagt okkur þessa vagna hérna? Þetta svona stolt stúlkna að eiga svona silfurkrossvagn. Ég sá hann fyrst í Bretlandi þegar ég var þar inn í námi. Síðan kom ég aftur 63 og þá hugsaði mér ég ætlaði mér að kaupa mér svona eitt eintak. En þá leiði fjárhagur ekki svo ég keypti þríhjól fyrir yngsta son minn. Síðan kom ég aftur hérna seinna til Bretlands og þá var vagnin keyptur. Þetta líka silfurkrossvagn en þessi mikið nýrri. Þessi kerra keypt á svona lottumarkaði og hún síðan 1932. Þessi dúkka, Jósefína, hefur sérstaka þýðingu fyrir þig. Segðu okkur eins frá því. Já, hún var mjög gefin þegar ég var 5 ára og þurfti að fara til Reykjavíkur í kirtlaúrtöku og var nú ekkert á því að fara inn til læknisins og mér var lofað því ég fengi mjög fallega dúkku þegar þetta var í búið. Og það gerðist og ég hef alltaf haft, þetta dúkkan sem ég passa alveg sérlega vel. Segðu mér, nú hlýtur að vera afskaplega erfitt fyrir börn að koma hingað inn. Vilja þau ekki taka allt þetta dót og leika sér? Jú, sum þeirra, en það kom nú í leikskóli hérna áðan og þau voru mjög prúð og voru að passa hendurnar. En ég er með körfa á bakvið og nokkra dúkkur sem þau geta þreifað á ef þau vilja. Síðan fer ég með þau hérna hring og segir þeim frá þessu öllu og það voða gaman að fá börnin í heimsókn. Þau spurja svo skemmtilega. Þegar ég fór að sýna hérna ballerínurnar í glugganum þá sögðu þau, en mátt þú snerta? Af því þau mátt ekki. En það alltaf mjög gaman að börnum og ekki síst að eiga svona mikið dúkku til þess að lega maður stóða að skoða. Og hvað verður sýningin opin lengi? Hún verður opin á opnunartíma safnsins sem frá klukkan 13 til 18 virkadaga og 13 til 16 á laugardögum og það verður opið til 28. júlí.